Ísland í 16. sæti í skilvirkni hins opinbera í úttekt EMD á samkeppnishæfni ríkja og fellur 8 sæti milli ára. Hvernig getum við bætt skilvirkni hins opinbera? Hverjir eru styrkleikar hins opinbera? Ég held að opinbera kerfið mótist mikið af umhverfinu og litlu hagkerfi. Regluverkið oft mjög þungt, en á móti kemur að boðleiðir eru stuttar, gagnsæi í ákvarðanatöku oft góð, svo ég held að það séu svona helstu kostirnir. Aðgengi að fjármagni, sérstaklega fyrir lítil fyrirtæki, getur oft verið erfið og þá þarf ofta að athuga að hafa styrktarkerfi á móti. Og sérstaklega þegar kemur að þessum gengismálum finnst mér áhugavert að sjá að við erum í neðsta sæti þegar kemur að raungengisaukningu sem við höfum séð á síðasta ári. Það setur okkur í neðsta sæti með öllum sambærilegum löndum og við sjáum það að þetta er að hafa ótrúlega mikil áhrif á ákvarðanir fyrirtækja á Íslandi í dag hvernig þau horfa á sína starfsemi. Nú kom tilkynning þess efnis að eitt af okkar efnilegri sprotafyrirtækjum hefur ákveðið að flytja starfsemi sína til annarra landa og þetta er bara staðfesting á því að við búum hér við umhverfi sem er mjög erfitt fyrirtækjum sem starfa í alþjóðageiranum og byggja sitt á útflutningi á hugviti. Þegar að fyrirtæki eru komin í vaxtarfasa þá finna þau oft fyrir mjög miklu þrýstingi að flytja höfuðstöðvar sínar erlendis og það er alveg ákveðið sem liggur að baki þar að bæði þú ert nær þínum mörkuðum eða þú ert á erlendum mörkuðum. Aðgengi að sérhæfðu starfsfólki er oft mun betra á erlendis en hérlendis og svo er það líka að aðgengi að fjármagni er oft mun betri, sérstaklega fyrir ung fyrirtæki erlendis. Svo þessi þrýstingur verður oft mjög mikill og þess vegna þurfum við að hafa eitthvað mótvægi hér á Íslandi eins og til dæmis einfalda regluverkið, álögur og kröfur á lítil fyrirtæki. Við höfum möguleika þar að breyta ýmsu varðandi lög og reglugerðir, eins hvata fyrir fólki sem starfar í þessum fyrirtækjum. Ég held að við erum að muna að við erum mjög lítil þjóð og regluverkið á Íslandi er risavaxið og ég velti því stundum fyrir mér hvort að við getum lagt meiri vinnu í að aðlaga regluverkið að íslenskum aðstæðum. Ég velti því fyrir mér hvort að við getum í einhverjum tilvikum búið okkur til léttari útgáfur þegar við erum að innleiða regluverk án þess að fórna markmiðunum. Það er mjög jákvætt að það skuli vera búið að lækka skuldir þetta mikið og við séum í þetta góðri stöðu með ríkisfjármálin og þá finnst mér vera komið rými til þess að fara í nauðsynlega uppbyggingu sem hefur setið á hakanum vegna þess að við erum búin að vera að borga vissulega niður skuldirnar. Þannig að það er að vissuleyti afskaplega góð stað að vera í fyrir okkur. En hins vegar þá er regluverkið og utanumhald það og mannskapur til þess að annast aðlögun Evrópureglna fyrir Ísland er í algjöru lamasessi. Þær eru bara teknar, óritskoðaðar og innleiddar á Íslandi sem veldur því að iðnaður getur lent í agalegri stöðu og nánast vonlausri samkeppnisstöðu vegna þess að slík regluverk hafa verið innleidd, óritskoðuð og eru óafturkræf virðist vera. Ég er búin að berjast við í þessu frá árinu 2008 þegar regluverk var innleitt hér sem varðar lýsisiðnaðinn. Það hefur sett mig í þá stöðu að ég er ósamkeppnishæf utan Evrópu og hef orðið að borga hærra verð fyrir hráleysi heldur en aðrir samkeppnisaðilar sem standa utan Evrópu. Það eru fjárhæðir sem átti að skoða áður en að þetta var innleitt. Það sem vantar hjá ríkinu er samhæfing. Þetta er svona, öll hreyfing hjá ríkinu er illa samhæfð. Hún er dreifð og mikið af verðmætum og peningum sem fer til spillis vegna þess að einfaldlega fólk leggur ekki saman krafta sína. Það er ekki samhæft, það er ekki strategískt og til þess að nýta þér kerfið, opinbera kerfið, þá verður að þekkja alveg hörgul. Það býður sig ekki fram á samaðan hátt. Fólk er að grúska í mörgum hlutum og reyna að klukka svona tækifærin
en ekki raunverulega að hjálpa til. Ef ég horfi á þessar niðurstöður út frá samkeppnishæfni fyrir alþjóðlega geirann, það er að segja þann geira sem byggir á útflutningi á hugviti, að þá finnst mér niðurstöðunar ekki góðar og það er eitthvað sem við þurfum að taka til okkar. Það sem er mikilvægt fyrir alþjóðlega geirann er að hafa aðgang að starfsfólki með rétta menntun. Við þurfum að hafa aðgang að fjármagni, réttu fjármagni. Umgjörð rannsókn og þróunarmál þarf að vera í lagi, stöðugleiki í ytra umhverfi og svo síðast en ekki síst alvöru stefnumótun þennan málaflokk. Og þessar niðurstöður eiga að vekja stjórnmálamenn til umhugsunar að við þurfum að nálgast þennan málaflokk af meiri festu og marka okkur einhverja langtímasýn í þessum málum.